Kæri vinir, góðan daginn. Ég bjóða ykkur öll velkomin í kirkjunni í dag. Bæði fólk sem hér en líka fólk sem heima. Það gott að sjá okkur. Heyrist ekki í mér? Við þurfum að endurtaka. Skulum sjá hvort að það gengur betur. Heyrist betur í mig núna? Ég ætla bara að bjóða ykkur öll velkomin hér í dag og gaman að sjá svo margir sem komnar og við ætlum líka að bjóða fólk sem situr heima í stofum sínum og að ferðalagi kannski velkomin á stundinu hérna hjá okkur og bið hvort að þið megið öll hafa góða stund. Við þökkum Guði fyrir það að við getum verið hér og bið hvort að við megum öll vera saman í góð samlyndi. Og við ætlum svo að biðja Kristján Ari að koma hérna upp. Hann með tilkynningu handa okkur. Kæru bræður og systur, mér langar til að biðja ykkur að rísa á fætur. Því miður ber ég ykkur andlátsfregn, en Óli Þór Alfreðsson, bróðir okkar kær úr Vestmannaeyjum, lést á Landspítalanum þann 16. júní síðastliðinn og útför hans hefur nú þegar farið fram, fór fram í Vestmannaeyjum í gær klukkan 14. Við biðjum Guð að blessa minningu hans og vera með vinum, vandamönnum og ættingjum öllum á þessum tíma, á sama tíma og að við höldum í vonina að við munum sjá hann á ný. Við vottum aðstandendum innilega saman. Amen. Að lúta höfði í bæn. Kæri himnesku Faðir, við þökkum þig fyrir þennan morgunstund og fyrir þennan dag. Við þökkum þig fyrir þínan kvildardegi að bið hvort að þú vil blessa hana. Við þökkum þig fyrir öll þau bænefni sem í huga fólks og í bænabókinu okkur að þú svarir bænir, við vitum það. Við biðjum hvort að þú vilji vera með okkur á stundin og setja engilinn í kringum okkur öll hér. Blessaðu stundina í Jesú nafni. Amen. Þá skulum við snúa okkur í að syngja. Við skulum syngja sálmurinn Kæri Jesú og það númer 132 í sálmabókina. 132. Kæri Jesús.
Takk fyrir góða undirtektir. Það alltaf gaman að heyra hérna mörgum tungumálum sungið. En við skulum halda áfram að syngja 119. sálmur sem heitir Segðu mér söguna af Jesú. 119 í sálmabókinni. Segðu mér söguna af Jesú. Standa upp meðan við les hérna í Lúkasi Guðspjall 15. kafla og 4. vers og það segir sem svo: Nú á einhverjið 100 sauði og týndu einum þeirra, skipti hann ekki þá 99 eftir í óbyrðinni og fer aftur þeim sem týndur eru, þar til hann finnur hann. Það er ekki lestur hérna, ég skal lesa þetta einu sinni en fyrst að það er komin á. Nú á einhverju 100 sauði og týndu einum þeirra, skila hann þá ekki 99 eftir í óbyrðinni og fer eftir þeim sem týndur eru, þar til hann finnur hann. Og við skulum krjúpa í bæn. Kæri himnesku Faðir, við komum fram fyrir þessu morgunstund til þess að tilbiðja þig, til þess að leika alla bænir sem í huga okkur í bænabókunni okkar fram fyrir þig, til þess að hugsa allt þetta fólk og biðja til þess að þau fái lækning, fólk sem eru veik, þjáðu, sorgmætt eða líður illa á einhvern hátt. Við biðjum fyrir land og þjóð, himnesku Faðir, að þú vil vera með í öllu þess
þessu staði sem tekið ákvarðanir fyrir lífið hér á landi og við byggjum líka hvort að þú vil vera í hjörtum fólks víðar og fleiri með tileignast þín. Við byggjum hvort að Biblíunum haldið hátt á lofti í hjörtum fólks og þín kærleikur með koma inn í hjörtum okkar. Við þökkum þig fyrir þau orð sem við höfum verið að syngja núna og þú lagðir þitt líf fram fyrir okkur, himneski Faðir, til þess að við getum lifað. Við byggjum himneski Faðir hvort að þú vil blessa okkur og passa og vera með okkur á þessu stundu í Jesú nafni. Amen. Þegar við erum búin að biðja þessi bæn, þá ætla ég að minna ykkur á bænabókinu sem hér í kirkjunni. Hún liggur hérna niðri við andyrið í innganginn og það hægt að skrifa bænir inn í bókinni og þau verður svo tekið fyrir, bæði heima fyrir og í huga okkar, allra vonandi og við skulum halda bænin á lofti og því það svo mikilvægt starf í kirkjuhaldið sjálfur. Við ætlum núna að syngja eitt lag til viðbótar sem heitir Lúðurinn þeytum og það númer 151 í sálmabókinni. 151 í sálmabókinni. Komið tíma á gjafir og við skulum taka upp gjafir. Himnesku Faðir, við þökkum þig fyrir þessu pening sem komið inn í búðurinn og sjóðinu okkar. Bið hvort að þú vilja blessa þessi pening, blessa gefaran
Og við þökkum þig fyrir að þú vil blessa þessi pening í Jesú nafni. Amen. Þá komin að barnasalmur og við skulum syngja Jesús hann oss elskar öll. Ósalega ánægð með þennan salm eða þetta lag. Komin að barnasaga. Eru fleiri krakkar? Hay más niños. Más niños, sí. Hæ öllsumur, hæ krakkar. Hola, niños. Heyrið í mér? ¿Me escuchan? Það þú að setja sig þannig að sé eitthvað betur. Me voy a sentar aquí para que los vea mejor. Ná, bara alltaf einn. Ok. Jesús, hann var oft að tala við fólk og lærisveinana sína. Jesús muchas veces hablaba con la gente y con sus discípulos. Og og hann sagði oft dæmisögur. Y muchas veces decía parábolas. Og hann sagði söguna til að kenna okkur ákveðna hluti. Y lo decía para enseñarnos ciertas cosas. Og einu sinni þá sagði Jesú dæmisög hirðir. Y una vez dijo Jesús una parábola sobre un cordero. Vitið þið hvað hirðir er? ¿Saben ustedes qué es un cordero? Hann passar ¿Qué es lo que cuida el cordero? kindurnar, já. Ah, las ovejas. Og þessi Pastor, sí. Þessi hirðir Lo siento mucho. sem stundum, kallaðir, það líka stundum kallað við prestan okkar hirðar. Y a veces llamamos a nuestros pastores, pastores. En í þessari dæmisögu þá var Jesús að segja frá hirði. En esa parábola Jesús estaba contándonos una historia de un pastor. Og þessi hirðir, hann átti 100 lömb. Y ese pastor tenía 100 ovejas. 100 lömb. En það var 1 lamb týnt. Pero se había perdido uno. 100 mörg lömb. Entonces, si tiene unos 100 ovejas, ¿es mucho? Ég kom bara með 2. Solo traje 2. Ég fann ekki hin, það eigum að fleiri lömb. No encontré más. En, stillið
að þegar hann fattaði að það var eitt, hann var nefnilega að telja öll lömbin og Y kindina. él estaba contando las ovejas Og hann taldi 10, 20, 30, 40 y contó 10, 20, 30, 60, 70, 80, 90, 60, 90, no sé, 80, 90, 95, 96, 97, 96, 97, 98, 98, 99, 99. en það vantar 100. Ah, pero faltó uno. Það vantaði eina. Solo Eina faltó kind. uno. Já. Og hvað heldur þið góði hirðin gerir? ¿Qué será que hizo el pastor? Hann leitaði að þeirri kind sem var týnd. Fue a buscar la oveja perdida. Og svo þegar hann fann kindina sem var týnd, Y cuando encontró la oveja que estaba perdida, haldið hann hafi verið glaður eða leiður? ¿será que estaba triste o feliz? Hann var mjög glaður, já. Muy feliz. Af því að hirðirinn, hann vil passa upp á öll lömbin. Porque el pastor quiere cuidar a todas las ovejas. Alveg eins, það var það sem Jesú var að reyna að kenna okkur, Y es lo que Jesús está tratando de enseñarnos, að ef við týnumst, que si nosotros nos perdemos eða við gleymum honum, o se nos olvida Él, þá hann að reyna að leita á okkur. está tratando de buscarnos, Og hann vil finna okkur, quiere encontrarnos, af því að hann vil passa upp á okkur. porque quiere cuidarnos. Er það ekki svolítið gott að vita því? Es bueno saber, ¿no? Þannig að ef við erum týnd, Así que si estamos perdidos, þá getum við verið viss það að Jesús er að leita á okkur. podemos estar seguros de que Jesús nos está buscando. Eigum við að biðja krakkar? Vamos a orar. Ertu vilja að spenna greipar? Já, við segjum, góði Guð, Querido Dios, takk fyrir að passa upp á okkur. gracias por cuidarnos. Takk fyrir það að þú ferð að leita á okkur ef við erum týnd. Gracias por buscarnos cuando estamos perdidos. Að þú vilt alltaf hafa okkur hjá þér. Y tú siempre quieres tenernos cerca. Að þú vilt alltaf passa upp á okkur. Y siempre quieres cuidarnos. Hjálpa okkur að muna það alltaf. Ayúdanos a acordarnos siempre Í Jesú nafni. en el nombre de Jesucristo. Amen. Takk krakkar kærlega fyrir að hlusta. Gracias, niños. Okkur í dag. Gjör svo vel fyrir svona. Takk. Gleðilegan hvítadag allsumar. Feliz sábado a todos. Það gott að sjá okkur öll. Me da gusto ver a todos ustedes. Mér langar til að við opnum ritninguna í dag Quiero abrir las escrituras el día de hoy í Lúkas. en el Evangelio de Lucas, Lúkas 15. kapítul. capítulo 15. Og fyrir þá sem finnst stæðilegra þá eru biblíur aftast. Y para los que no tienen Biblia, allá hay Biblias en la entrada. Það eru einhverjar á spænsku og einhverjar á ensku líka. Hay Biblias en español, inglés y en islandés. Kristur hann sagði margar dæmisögur. Cristo nos decía muchas parábolas. Og dæmisagan sem við vorum að ræða með börnunum Y la parábola que estaba yo diciéndole a los niños er ein af þremur es una de las 3 í þessum kafla, 15. kaflanum. en este capítulo 15. En áður en við höldum áfram skulum við lúta höfði í bæn. Pero antes de seguir adelante vamos a orar. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, við þökkum þér fyrir það að þú leitar að hinum týndu. gracias por buscar a lo que está perdido. Við þökkum þér fyrir það að þú hefur lagt þig fram við að setja þinn boðskap fram á einfaldan og
auðveldan hátt fyrir okkur að skilja. Gracias por hacer un esfuerzo de darnos tu mensaje de una manera comprensible. Að þú kemur til okkar í hverjum þeim kringumstæðum sem við erum í Y tú vienes a nosotros en cualquier circunstancia en que estamos og veitir okkur þína fyrirgefningu og náð. y tú nos das tu perdón y tu gracia. Kæri Faðir, við biðjum þig að vera með okkur hér, Te pido que estés con nosotros aquí, með öllum þeim sem að hlýða á a todos los que están escuchando, og mér þegar ég tala til fólksins. y que tú estés conmigo mientras que hablo, Að þinn heilagi andi megi leiða okkur que tu Espíritu Santo nos pueda guiar og venda okkur y que nos proteja. í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Kristur var gagnrýndur á sínum tíma. A Cristo lo criticaban en su tiempo. Það stendur í fyrsta versi 15. kafla: Dice en el primer versículo del capítulo 15 en Lucas: Allir toppklemdumenn og bersundur komu til Jesú að hlýða á hann. todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. En farisear og fræðimenn ömuðust yfir því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneytir þeim. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Akkur voru þeir að agnúast í Kristi yfir þessu? ¿Por qué será que estaban criticándolo por eso? Tollklemdumenn, þeir voru jú svikarar. Los recaudadores de impuestos eran traidores a la patria Og þeir sem syndguðu, þeir voru óhreinir. y los pecadores estaban sucios. Maður vildi ekki vera í kringur slíkt fólk. No había que estar cerca de gente así. Það myndi flekka mannormanns. Esto echaría a perder la reputación de uno. Maður geti smitast á óheilagleikanum. Uno podría ser contagiado por la inmunidad de esa gente. Þetta var viðhorf fariseanna. Eso fue la actitud de los fariseos. Að þeir myndu sjá hlutina eins og Kristur. Pero ¿cómo quisiéramos que hubieran visto las cosas como Cristo los veía? Hvernig horfði Kristur á syndarana? ¿Cómo miraba Cristo a los pecadores? Með kærleik, Con amor, með meðöngun. con compasión. Hann horfði á það og sá þeirra þörf. Él los vio y vio su necesidad. Og hann vildi mæta þeirri þörf. Y él quería ayudarles con esta necesidad. En hann langaði til að útskýra þetta fyrir farisjónum. Pero quería explicárselo a los fariseos. Svo hann segir þessar dæmisögur Y por eso cuenta estas parábolas hirðirinn sem á 100 sauði, del pastor que tiene 100 ovejas, en einn týnist. pero uno se pierde. Hann skilur hina 99 eftir og leitar að þessum eina. Entonces deja a las 99 ovejas y va en búsqueda de este que estaba perdido. Hann leitar að þessum eina þar til hann fundinn. Y lo busca hasta que lo encuentra. Og þegar hann finnur sauðinn, Y cuando encuentra la oveja, kannski þennan villur ráfandi sauð, esta oveja que tal vez se perdía varias veces, þá sjáum við í 5. versi: podemos ver en el versículo 5, Og glaður leggur hann sauðinn og herðar sér hann finnur hann. y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Hann heldur á sauðinum tilbaka. Carga a la oveja de regreso. Og í 7. versi það segir: Þegar hann kemur heim þá kallar hann saman vini sína og nágrana og segir við þá: Samgleðist mér, því að ég hef fundið sauði minn sem týndur var. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Það gleði þegar syndari snýr frá, sem syndari gjörur iðrun. Es una gran felicidad cuando un pecador se arrepiente. Og í 7. versi það stendur meiri segja að það verði meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gjörur iðrun
en yfir 99 réttlátum ekki hafa iðrunar þörf. Y en el 7º versículo dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Við þekkjum söguna týndu drökmuna. Y también conocemos la parábola sobre la dracma perdida, Konan, hún leitar að henni þar til hún finnur hann. que es una moneda de plata. Y la mujer que la perdió la busca hasta que la encuentra. Og stendur í 10. versi, ég segi yður, þannig verður fögnuður með englum Guðs yfir einum syndara sem gjörir iðrun. Y dice en el versículo 10, de la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Svo komum við að þessari sögu. Y luego llegamos a esta historia. Það kannski einn af frægustu dæmisögum Krists. Es una de las parábolas más famosas de Cristo. Stundum kölluð tveir synir, A veces la llaman los dos hijos, en oftast kölluð týndi sonurinn. pero mayormente le dicen el hijo perdido. Okkur sagt frá manni sem á 2 syni. Nos cuentan de un señor que tiene 2 hijos. Og í 12. versi sjáum við hversu frekur yngri sonurinn Y en el versículo 12 podemos ver cómo es mal educado el hijo menor. Því hann segir við pappa sinn, Porque le dice a su papá, faðir, lát mig fá þann hlut eignana sem mér ber. Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Hvað var hann að segja við föður sinn? ¿Qué estaba diciéndole a su padre ahí? Þegar þú deyrð, Cuando tú te mueres, þá fæ ég helminginn eða einhvern hluta. yo voy a recibir la mitad. Ég vildi bara vera í dáin núna, Quisiera que estuvieras muerto de una vez, svo ég geti fengið peningin minn núna. para que tuviera yo ya el dinero. Það ekki? ¿Verdad? Está diciendo eso, ¿verdad? Hvað annað var hann að segja við föður sinn? ¿Qué otra cosa estaba diciendo? Ég vil fá peningin núna. Quiero el dinero ya. Síðan lesum við í 13. versi. Y luego cuando vemos en el versículo 13, Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eignum sínum í óhófsumum lifnaði. no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. En hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Það var varla til skítur eða óhreinara dýr heldur en svín í augum gyðinga. En los ojos de los judíos no habían animales más repugnantes que los cerdos. Biblían segir okkur við eigum ekki að borða þau, La Biblia dice que no debemos comer los við eigum ekki að cerdos, snerta þau. que no debemos tocarlos. Gyðingar vildu ekki koma nálægt svín. Judíos no querían acercarse a los cerdos. En þarna var hann í ókunnugu landi, Pero ahí estaba en el extranjero. búinn að sólunda öllum eigum föður síns. Había gastado todas las propiedades de su padre Hann þurfti að vinna y tenía que ponerse a trabajar. og hann fekk að passa upp á svín. Y ese es el trabajo que le dieron, cuidar cerdos. Og ástandið var orðið svo slæmt Y la cosa estaba tan grave að við lesum í 16. versinu, que podemos ver en el versículo 16, þá langaði hann að seðja sig á draftinu svínin átu en enginn gaf honum. y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Hann var nefnilega fyrir neðan svínin í Es röðinni. que realmente estaba más bajo que los cerdos. Svínin fengi að borða, Le dieron de comer a los cerdos. svo fekk hann að borða.
Luego le dieron a él, ef það var eitthvað eftir. por si había sobras. Hann var sonur höfðingja, föður síns. Era un hijo de un gran hombre, Hann hafði heiður og var með föður sínum. tenía honra y vivía con su padre, En hann ákvað að fara. pero tomó la decisión de irse Og honum farnaðist ekki vel á eigin spýtum. y no le fue muy bien, Hann tapaði öllu frá sér. perdió todo. Og nú var hann orðinn lærri en lágt. Ahora estaba más bajo de lo más bajo. Matinn sem svínin fengu mátti hann ekki einu sinni borða. Ni siquiera la comida de los cerdos podía comer. En það var þegar hann komin þarna alveg niður á botnin. Pero cuando ya había llegado hasta el fondo, Að við lesum í 17. versi. que leemos en el versículo 17, En nú kom hann til sjálfsins og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar. Ég ferst hér úr hungri. entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Vers 18. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og seg við hann. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Faðir, ég hef syngað mót himninum og mót þér. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ég ekki framur verður að heita sonur þinn. Lát mig verða sem einn af daglaunamönnum þínum. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Hann vissi það að þeir sem unnu hjá pappa sínum, þeir hefðu það töluvert betra. Él sabía que los siervos de su padre estaban mucho más cómodos que él. Pappi hans var réttlátur og góður við sig alla þá sem unnu hjá honum. Su padre era bueno y justo con todos los que trabajaban para él. Hann vissi að það væri passað upp á þá. Él sabía que los cuidaba muy bien Það væri ekki komið svona fram með þá þar. y que no los trataría así como lo trataban a él. Og í versi 20 segir hann tók sig upp og fór til föður síns. Entonces, en el versículo 20 dice, y levantándose fue a su padre. Við fáum ekki að heyra alveg alla söguna. Realmente no podemos saber totalmente toda la historia, En næstu skref pero los próximos pasos kenna okkur alveg ótrúlega mikið kærleika Guðs. nos enseñan mucho sobre el amor de Dios. Því að við lesum hérna áfram. Porque si seguimos leyendo, En hann var enn langt í burtu. y verse, miðversi 20. Ég stoppaði hérna. okay. En medio del versículo 20 dice, y cuando todavía estaba lejos, Hann var enn langt í burtu. estaba bien lejos, Sá faðir hans hann su padre lo vio og kendi í brjóstum hann. y sintió compasión, Hljóp corrió og féll háls honum y echó sobre su cuello og kyssti hann. y lo besó. Hvernig voru viðbrögð faðirins? Entonces, ¿cómo era la reacción del padre? Var hann kominn nálægt? El hijo había llegado ya cerca, Var hann kaldur við hann? se comportó de una manera fría con él, Þurfti hann að skríða tilbaka til föður síns? tenía que gatear hacia su padre. Alls ekki. No, Honum hafði ekki eins og tekist að segja pappa sínum ni siquiera había logrado decir todo lo que quería decir a su padre. hversu leitt honum þætti þetta allt saman. Qué tan triste estuvo sobre todo eso. En áður en hann náði að gera það, Pero antes de que logró hacer eso, meðan hann var ennþá langt í burtu, mientras que estaba lejos, sá faðir hans hann su padre lo vio og kendi í brjóstum hann. y sintió por él compasión. Hann gat ekki eins og beðið. No podía ni siquiera esperar. Hann hleypur á stað Fue corriendo og faðmar son sinn y abraza a su hijo og kyssir hann. y le da beso. En það þá sem að sonurinn nær að segja við hann:
es ahí cuando el hijo logra decirle þessa setningu sem hann var búinn að æfa. la oración que ya había estado practicando. Í versi 21, en sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himinum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Él dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hann var búinn að fá sinn arf. Ya había recibido su herencia. Hann var í raun og ekki lengur sonur hans. Realmente ya no era su hijo. Hann hefði eiginlega afsalað föður sínum. Realmente había dicho que ya no tenía padre. En hvernig bregst faðirinn við? Pero ¿cómo reacciona su padre? Komið þið fljótt með hennar bestu skikju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Lesum við í versi 22 sem segir faðir hans við þjóna sína. Y en el versículo 22 dice el padre a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestido, y ponle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Sækið og alikalun og slátrið, við skulum eta og gjöra oss glaðan dag. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Því að þessi sonur minn var dauður, í versi 24, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn, tóku menn nú að gjöra sér glaðan dag. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Sonurinn kom tilbaka. El hijo regresó. Með skottið milli fátanna. Con vergüenza. Hann þurfti að fara alveg niður á botnin. Tenía que caerse hasta el fondo. Til að átta sig á því að hann væri miklu betur staddur að vera hjá faðir sínum. Para que se diera cuenta que estaba mucho mejor estando con su padre. Hann vissi að hegðun hans hefði ekki verið honum sæmandi. Él sabía que su comportamiento era de pura vergüenza. En hann vildi fara aftur. Pero quería regresar. Faðirinn tekur á móti honum. El padre lo recibe. Og þegar hann segir þessa setningu, ég hef syndgað móti þér og himninum og ég ekki fram að verður þess að heita sonur þinn. Y cuando dice esa oración, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hver eru þá viðbrögð faðirsins? ¿Cuáles son las reacciones del padre? Komið þið fljótt með skikkju og færið hann í. Dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo. Ég vil ekki að sonur minn sé hér í skítugum klæðum sem sæma honum ekki. Yo no quiero que mi hijo esté aquí con ropa sucia que no le vienen. Takið hring og setið hönd hans því að þetta sonur minn. Pongan un anillo en su mano porque este es mi hijo. Hringur táknaði oft vald. El anillo era símbolo de autoridad. Og setið skó á fætur hans. Y pongan sandalias en sus pies. Og nú skulum við hafa veislu. Y ahora vamos a tener una fiesta. Því ég hef endurheimt sonur minn. Porque he logrado tener mi hijo otra vez. Hvað það sem Kristur að reyna að segja okkur með þessari sögu? ¿Qué está tratando de decir Cristo a nosotros con esta historia? Hann að segja okkur það Nos está diciendo, að hann alveg eins og faðirinn í sögunni así él como el Padre, stendur á hverjum degi, él está parado diario horfir út af veginn. y mirando hacia el camino. Þetta dagurinn? ¿Ese es el día? Þetta dagurinn sem minn týndi sonur kemur tilbaka? ¿Ese es el día en que mi hijo perdido regresa? Hann segir okkur það, þessi dæmisaga segir okkur það, Esa parábola nos dice að langt áður en við náum að átta okkur á que mucho antes de que nosotros nos demos cuenta og áður en við náum að komast alla leiðina tilbaka, y antes de llegar totalmente a Dios, þá hefði faðirinn nú þegar fyrirgefið el Padre ya perdonó og hann tók á móti honum með opnum örmum. y el Padre lo recibió con brazos abiertos. Þetta segir okkur hversu mikið verðmæti eru í hverjum og einum. Eso nos dice qué tan valiosos somos nosotros ante Dios, Hversu mikil elska Guðs qué tanto Dios nos ama.
til okkar allra. a todos nosotros. Þegar að týndi sonurinn kom tilbaka, Cuando el hijo perdido regresó, þá var hann settur aftur á sinn stað sem sonur otra vez le dieron el estatus de ser un hijo og það var mikið tilefni til fögnuðar. y era un gran gozo. En sagan endar ekki alveg þarna. Pero aquí no termina la historia, Því að þið munið það voru 2 bræður í þessari sögu. porque ¿se acuerdan de que habían 2 hermanos? Í versi 25 stendur, En el versículo 25 dice, en eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálskaðist húsið, heyrði hann hljóðfaraslátt og dans. y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Hann kallaði á einn piltana og sagði, hvað er eiginlega að vera? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Og pilturinn svaraði honum, Y él le dijo, bróðir þinn er kominn, vers 27, bróðir þinn er kominn og faðir þinn hefur slátrað alikalvunum því hann hefur heimt hann heilan heim. tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Og þegar við hugsum til þess hversu ánægður faðirinn var að fá son sinn aftur, Y cuando pensamos en la felicidad del padre de haber recibido a su hijo de regreso, hvernig haldið að bróðir hans bregðist við? ¿y cómo será la reacción entonces del hermano? Er hann ekki líka að öðlast bróður sinn á ný? Él también está recibiendo de nuevo a su hermano. Ya. Jú, er það ekki? Debería estar feliz, ¿verdad? En sagan fer allt aðra leið. Pero la historia no va así. Í versi 28 stendur þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En el versículo 28 dice, entonces él se enojó y no quería entrar. En faðir hans fer út og bað hann að koma. Salió su padre y le rogaba que entrara. Við lesum áfram í versi 29 og hann svaraði föður sínum. Y en el versículo 29, pero respondiendo, él le dijo al padre, Nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og ég hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þó aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Og hann heldur áfram í versi 30, en þegar hann kemur, þessi sonur þinn, sem hefur sóað eignum þínum og með skækjum, þá slátrar þú alikalvum fyrir hann. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, ¿mataste para él el becerro engordado? Hann er ekki bróðir minn, hann er sonur þinn. No es mi hermano, es tu hijo. Ég sé bara fyrir mér faðirinn hrista hausinn Me imagino al padre haciendo así con la cabeza og segir við hann, y diciendo, eldri bróðirinn, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér hijo mío, tú siempre has estado conmigo og allt mitt er þitt. y todo lo mío es tuyo. En nú var það að halda hátíð og fagna. Því að bróðir þinn sem var dauður er lifnaður aftur, hann var týndur og er fundinn. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Við verðum að halda hátíð því að bróðir sem var týndur hann er fundinn aftur. Teníamos que hacer fiesta porque tu hermano ya se encontró de nuevo. Hann var dauður og er nú lifandi. Estaba muerto y ahora está vivo. Það er fagnaðar efni. Esta es una felicidad. En hann þurfti að minna eldri bróðirinn á Pero tenía que recordarle al hermano mayor de eso, að allt það sem faðirinn átti, que todo lo que era del padre átti núna eldri bróðirinn. también era del hijo mayor. Því yngri sonurinn hefði nú þegar tekið sinn arf. Porque el menor ya había usado su herencia.
En við sjáum í þessari sögu Pero podemos ver en esta historia að það ekki alltaf sem við samgleðumst. que no siempre estamos felices por otros. Munið þið af hverju var Kristur að segja þessa dæmisögur? ¿Se acuerdan por qué estaba Cristo diciendo esa historia? Því að það voru farisear og fræðimenn Habían fariseos y habían escribas sem voru að agnúast í Krist. que lo estaban criticando. Hvað ertu að gera með þessum syndurum? ¿Qué es lo que estaba haciendo con esos pecadores? Veist ekki þú getur bara smitast á óheilaleikanum? Hasta te podrías contagiar con estos. Þú átt ekki að vera með svona fólki. No debes estar con gente así. En Kristur segir Pero Cristo dice að það er bara eitt lamb týnt. que si solamente hay un cordero Það fyrir góði hirðin og finnur það. perdido, entonces el pastor va y lo busca. Ef það er ein drakma sem er týnt, Si hay una moneda de plata que esté perdida, þá tekur maður til í öllu húsinu til að finna hana. uno va en búsqueda de ella en toda la casa hasta que la encuentre uno. Og þótt að sonurinn fari sjálfur í burtu, Y aunque el hijo toma esa decisión por sí mismo, irse, og sólendi öllum eigum faðirsins, gaste todos los bienes del padre, þá býður faðirinn eftir honum el padre de todos modos le espera með opna arma. con brazos abiertos. Hann getur ekki einu sinni beðið. No puede ni siquiera esperar. Hann hleypur á móti honum. Lo ve y va corriendo hacia él. Því að Kristur var ekki kominn til jarðar Porque Cristo no vino a la tierra til þess að ná til þessara sem eru réttlátir, para alcanzar a los justos, heldur til þeirra sem eru syndarar. sino a los pecadores. Því að Kristur var ekki kominn Porque Cristo no vino til að ná í þá sem voru fundnir, a buscar los que ya estaban encontrados, heldur þeir sem voru týndir. pero a los que estaban perdidos. Og ef að Kristur kom til jarðarinnar til að finna þá sem eru týndir, Y si Cristo vino a la tierra para encontrar los que estaban perdidos, og víst að hann setti svona hátt verð á það, y si pone tanto precio en eso, að hann gaf líf sitt á krossi, que hasta dio su vida en la cruz, þá er það góð áminning fyrir okkur. es un muy buen recordatorio para nosotros. Að vera ekki eins og bróðurinn eða fariseanir. No ser como el hermano mayor o como los fariseos. Við eigum að fagna þegar aðrir snúa til trúar, Debemos estar alegres cuando uno se vuelve a Dios, því að það er fagnaðar efni. porque esto es de felicidad. Við eigum ekki að líta á einhvern og segja, No debemos mirar a alguien y decir, Guð getur ekki hjálpað þessum. Dios no puede ayudar a esa persona. Þess er ekki nógu góður fyrir Guð. Ese no es suficientemente bueno para Dios. Guð elskar okkur öll. Dios nos ama a todos Og hann vill að við samverkum með honum y que trabajemos junto con Él í að finna þá týndu. para buscar los que están perdidos. Því að hverjum skipti sem að það er syndari sem snýr frá iðrun, Porque cada vez que un pecador viene a Dios, fögnuður á himnum. es una felicidad, se hace una fiesta en el cielo Það fögnuður hjá englum Guðs. y una gran felicidad entre los ángeles. Og þess vegna vill ég skilja það eftir hjá okkur hér í dag, Por eso les quiero dejar estos pensamientos el día de hoy, að þessi dæmisaga, que esta parábola eða þessar dæmisögur, réttar að sagt, o las tres parábolas más bien, séu bæði til að kenna es para enseñarnos hversu óendanlega djúpur kærleikur Guðs er til okkar, qué tan profundo es el amor de Dios hacia nosotros hversu dýrmætt við erum í hans augum, y qué tan preciosos somos en sus ojos. hversu auðsóttur kærleikur hans og náð og miskun Que tan fácil es para nosotros recibir su amor y su gracia. sem minna okkur á Pero también para acordarnos de að Guð hugsa nákvæmlega eins þann sem situr við hliðina á okkur que Dios piensa exactamente igual de la persona que está sentada al lado de ti,
þann sem við hittum í Kringlunni, o la persona también que vimos en Kringlan, eða jafnvel einhvern sem okkur líkar ekki við. o de alguien que nos cae mal. Guð vill að við samverkum með honum Dios quiere que trabajemos junto con Él, í að finna týnda sögu de encontrar la oveja perdida og laða þá til hans. y llevarlos hacia Él. Og alveg eins og hann hefur miskunn fyrir okkur, Y así como Él tiene misericordia por nosotros, Guði sé lof, hann hefur miskunn fyrir okkur. bendito sea Dios que Él tiene misericordia hacia nosotros. Þá á hann til miskunn fyrir þá. Y así tiene también misericordia para ellos. Og þess vegna taldi hann ekki eftir sér að sitja með tottendumönnum og bersundugum, Y por eso no estaba avergonzado por estar sentado con recolectores de impuestos o pecadores, því hann var kominn til að þjónusta þá. porque vino a servirles a ellos y guiarlos hacia su reino. Við skulum lúta höfði í bæn að lokum, ég bið ykkur að rísa á fætur með mér. Vamos a ponernos de pie y orar. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, við þökkum þér fyrir þitt orð. gracias por tu palabra Við þökkum þér fyrir þinn heilagan anda. y gracias por tu Espíritu Santo. Við þökkum þér fyrir það að við frelsumst fyrir þína náð. Gracias porque vamos a ser salvos por tu gracia. Við þökkum þér fyrir það að þú hefur fengið marga aðila til að reyna að útskýra þetta fyrir okkur og þú notaðir dæmisögu til að útskýra fyrir okkur. Gracias porque nos has mandado personas para explicarnos eso. Gracias por las parábolas, Þar sem þú útskýrir hversu djúpur kærleikur þinn er. donde tú explicas qué tan profundo es tu amor hacia nosotros. Því að stundum þá náum við ekki alveg utanum þetta. Porque a veces no lo entendemos bien. En þegar við vitum Pero cuando lo entendemos að við erum týnd, o sabemos que estamos perdidos eða við höfum farið frá þér, o que nos hemos alejado de ti, að við getum haft það í huga que lo podemos tener en mente, að þú ert eins og faðirinn í dæmisögunni. que tú estás como el Padre en la parábola. Þú stendur við veginn og horfir. Tú estás parado en el camino y mirando, Þú þráir að við komum tilbaka. y tú deseas de que regresemos. Þú þráir að fyrirgefa okkur og leiða okkur til þín að fullu. Tú deseas perdonarlos y llevarnos hacia ti totalmente. Þú vilt fagna Tú también quieres ser alegre þegar við gjörum iðrun. cuando estamos arrepentidos. Þú vilt leiða okkur og hafa okkur ávallt hjá þér. Tú quieres guiarnos, tú quieres tenernos junto contigo siempre. Við þökkum þér fyrir það að við þurfum ekki að velkjast í vafa það Gracias porque no tenemos que preocuparnos de eso að þú munir taka á móti okkur. o dudarlo de que tú nos vayas a recibir o no. Kæri himneski Faðir, Querido Padre, þú þekkir hvert og eitt okkar. tú nos conoces, Þú veist þau bænarefni sem eru á huga okkar. y tú sabes cuáles son las oraciones en nuestros corazones, Það áhyggjur sem eru í huga okkar. las preocupaciones que tenemos. Kæri Faðir, við biðjum þig að vera með okkur öllum. Padre, te pedimos que estés con todos nosotros. Kæri Faðir, við biðjum þig að þú með hjálpa okkur til að Ayúdanos, Padre, de arrepentirnos yfir syndum okkar, por nuestros pecados, að við megum taka á móti náð þinni og miskunn. que recibamos tu gracia y tu misericordia. Kæri Faðir, við biðjum þig að styrkja okkur og vera með okkur. Querido Padre, danos fuerza y te pido que estés con nosotros, Að við megum segja öðrum frá, que podamos decirle a otros, að við megum ekki halda þessum fjársjóði fyrir okkur ein, que no guardemos este tesoro solamente para nosotros, heldur að við megum gefa af þessari náð og miskunn þinni, que podamos dar esa gracia y misericordia að þú megir fylla bollan okkar svo hann megi flæða yfir til annara. a otros y que todo lo que esté llenándonos a nosotros pueda también fluir a otros. Af þínum heilugum anda, De tu Espíritu Santo, þínum kærleika, tu amor, miskunn og náð. misericordia y gracia.
Við biðjum þig að hjálpa okkur og gefa okkur tækifæri til að tala til annara. Ayúdanos a hablar a otros Týndra, sauða eða svona eða drakma. que están perdidos Að það megi vera fögnur á himnum. y que haya una gran felicidad en el cielo. Aftur og aftur þar til þú kemur tilbaka. Una vez y otra vez hasta que tú regreses. Já, kæri faðir, við leggjum okkur öll í þínar hendur. Vamos a pedirte que estemos en tus manos Í Jesú nafni. en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Við þökkum fyrir þessu orð Hins Kristjáns til okkur í dag og við ætlum að syngja lokalagið. Það er tekið úr Salmabókin 201, blíðlega laðandi Kristu nú kallar. Skulum taka vel undir. Kristján, ætlum þú að vera með blessuna orð fyrir okkur? Ykkur að rísa á fætur. Les blessuna orðin sem koma á Lúkasargefi og 4. og 25. versi. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottinn vor, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen.